Já, við hér á Samstöðinni höfum síðustu daga staðið fyrir umræðum ungt fólk og reyndar hófum við þann leik síðasta vetur. 16 ára drengur var með sjónvarpsþátt sem hann kallaði Maður lifandi og svona fjallaði það hvernig það að fullorðnast á þessum sumpart óvenjulegu tímum sem við lifum núna. Við Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, við vorum með 3 ungmenni á aldrinum 17 til 29 ára fyrr í þessari viku og kom margt forvitnilegt út úr því spjalli og við ætlum að halda áfram að ræða við ungt fólk það sjálft. Við ætlum ekki að ræða bara við sérfræðinga ungt fólk, heldur við ætlum að ræða við ungt fólk sjálft. Og í dag kominn góður gestur sem áhorfendur og hlustendur mögulega kannast við. Hún heitir Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir. Vertu velkomin til okkar. Takk kærlega fyrir. Ég held að þú hafir fyrst komist inn á mitt athygliskort þegar þú ertu ekki yngsta manneskja til þess að fara inn á Alþingi? Jú, það endaði þannig, tímasetningar þær létu þetta verða þannig. Ég var 19 ára, ég varaþingmaður fyrir Pírata. Já. Og ég tók þátt í alþingiskosningunum og var í varaþingmannssæti. Og svo í desember 2021 þá tek ég sæti og þá ég 19 ára. Já. Og hvernig var það að koma inn í þennan heim? Það var mjög skemmtilegt. Þetta var eitthvað sem, ég hafði haft áhuga á Alþingi síðan ég tók þátt í skólaþinginu og mér fannst þetta alltaf mjög skemmtilegt. Maður alltaf að fylgjast með þessu og svo bara rosa gaman að sjá svona aðeins meira casual hlið þingsins og skemmtilegast í heimi að sitja í matsalnum og bara borða og hlusta og bara vingast við alla. Það allir rosalega viðkunnulegir og svo rosalega skemmtilegt að sjá líka hlutina gerast, Ég meina, ég í stjórnarandstöðunni, þannig að það svona gerir ekki mikið, maður ekki frá að ná einhverju fram, en það samt, má alveg segja það að með við önnur lönd, þá umhverfið og samskiptin milli stjórnarandstöðu og stjórnar mjög góð með við önnur lönd og það geta allir spjalla saman og stundum, stundum má alveg eiga bara svona hreinskilna samræði eitthvað, þetta kannski besti valkosturinn. Þannig mér þótti það mjög skemmtilega og ég verð að segja, ég með meiri von fyrir heiminum heldur en ég var áður en ég byrjaði á þingi. Það eru margir sem segja eitthvað, ég fór á þing og ég misti alla von og öllu. Nei, ég með meiri von. Hvað heldur að skýri það? Bara það hafa allir áhuga á manneskjunni. Meiri segja fólk sem ég hélt að ég ógeðslega ósammála. Það bara var geðveikt til ég að spjalla við mig og þrátt fyrir allt þá höfum við öll gaman að því og höfum áhuga á fólki og það mér það vera eina sem sameinar þingfólk, við komum úr öllum mismunandi áttum. En eins og til mér þegar amma, hún kom í heimsókn á í kaffitíman á Alþingi sem mjög fínn og mjög skemmtilegur, þá komu allir og segja meira segja fólk sem bara eitthvað fyrir klukktíma var bara að segja, nei, þú hefur alveg rangt fyrir þér, komið og sagði, já, ertu amma hennar? Já, svo gaman að fá Gunnhildi inn á þing og það var sem ég fannst það mjög krúttlegt. En já, og líka bara ég veit ekki, það allir svona á Íslandi almennt sé aðeins opnari fyrir því að taka ný sjónarhorn heldur en eins og ég sé í Bandaríkjunum. Þannig já, það gerir mig vongóða. Áður en við förum til Bandaríkjanna, hvar þú stundar nám þessa dagana, hvað hafði gengið svona vel í þínu lífi til að þú næðir þeim áfanga að vera komin inn á Alþingi bara 19 ára gömul? Ég vil alltaf koma því að framfæra, ég held þetta sé rosalega snúist miklu minni velgengni að fara á þing og freka bara, ekki pínu skrítið líka að einhver 19 ára einstaklingur horfi á þingi og sé bara eitthvað, það þarf að gera betur, Ég hef búin að taka þátt í loftslagsverkfallinu í mörg ár áður en ég fór á þing og ég byrjaði að geta vongóð bara eitthvað svona, já, mega gett mikið sens að, lækka losun og gera allt og skrifa undir Parísarsáttmálann og allt þetta og ég bara hélt andjóks að eftir að við varum búin að kynna okkar mál að ríkisstjórnin myndi bara gera það af því þetta svo rökrétt, en svo gerði það ekki og ég bara, og þá hugsaði ég, kannski, eitthvað vandamálin að þingi og kannski vil ég þá taka þátt í því og þetta var bara þannig að ég var að fara frá Íslandi og mér langaði ekki að gefast upp, mér langaði að halda áfram að vinna að einhverju þótt að, ég væri bara varaþingmaður
að þá hvað ég gera þetta. En ég veit ekki, svo hefði ég líka verið eitthvað inn á TikTok og inn á samfélagsmiðlum að vekja athygli á hlutum, þannig ég held að það hefði ekki verið eitthvað út úr hött að ég hefði farið inn á þing, þú veist. Nei, það voru allmargir sem vissu hver þú varst. Já, allir, þú veist, sumt ungt fólk sem hefði kannski ekki heyrt mikið stjórnmál áður, þannig var einhver á þeirra aldri sem var að tala stjórnmál á bara frekar skemmtilegan hátt og var ekkert að nota flókin orð og ég held að við nátt alveg til fólks og ég segi alltaf til stjórnmálaflokka að það er alveg svakalega mikið, það er mjög mikið í því að gefa ungu fólki rödd og bara leyfa því að tala og leyfa því að verða sjálft og það náttúrulega mun ná til annars ungt fólk, þetta er ekki flókið. Nei, en mér fannst líka áhugavert þegar ég fletti því upp að þú ert stúdent frá tækniskólanum, ekki satt? Já. Og ferð því ekki gegnum þessa gömlu hefðbundu kanala, tengsla kanala? Nei, ég veit það ekki, ég er alltaf elst upp í Hveragerði og er eitthvað svona hvaða menntaskóla langum í og það var bara geðveikt mikið á þessum tíma að verða að tala um 4. iðnbyltinguna, ótrúlega mikið og ég var eiginlega bara, varð undir þeim áhrifum að ég var bara eitthvað, tækni er framtíðin, þetta er sniðugt, já. Og þetta var alveg fínt nám og eitthvað svoleiðis sem ég kannski hefði í baksinn í speglinum hef ég kannski ekki jafn mikil áhuga á tækni og svoleiðis eins og ég hélt á þeim tíma en allt í lagi, mér fannst þetta fínt og ég gæti útskrifast fyrr og hafði tíma til að sinna öðru með skóla og það var flott. Voru fleiri strákar í tækniskólanum? Já, miklu fleiri. Já. Þannig að þú ert svona, já, það er kannski svolítið í þér líka að svona brjóta niður vígi, eða hvað? Já, ég samt vil ekki kalla mig einhvern tækni brautriðanda, ég bara var í svona þú varst ekki hrædd við þessa menningu? Nei, ég hef aldrei verið hrædd við mikið og sérstaklega ef það er einhver sem vill ögra mér þá finnst mér eiginlega bara fyndnara. Þannig það er alltaf gaman og við vorum að taka þátt í alls konar, við vorum með einhvern svona kenna stelpum tækni og eitthvað svoleiðis sem var bara mjög gaman og mér finnst mjög gaman núna, ég kann að forrita á eitthvað en sem er alltaf gott. Og fyrsta þingraðan þín, hún fjallaði um umhverfismál? Já, að sjálfsögðu, það er málmálana, Ég held að þetta sé pínu svona, fólk veit ekki alveg hvert við séum að fara að taka þetta núna, að við byrjuðum á því í loftslagsverkefninu bara að vekja athygli á þessu og það var það mesta, að fá fólk til þess að vera sammála við þurfum að gera eitthvað í þessu. En núna þá er búið að breytast aðeins markmið, núna vilja flestir stjórnmálaflokkar gera eitthvað í þessu og mér er meira þess að sýni vinum mínum í Bandaríkjunum eitthvað bókstaflega hægri flokkur á Íslandi er með auglýsingar sem segir alvöru aðgerðir í loftslagsmálum sem er ógeðslega fyndið og pælir í því. Og þetta hefur einmitt verið nefnt sem ein kreppa vinstri grænna hér. Já, einmitt. En núna þá vil ég meina að allir séu búnir að segja já, við viljum gera eitthvað, en aðgerðirnar sem þeir leggja fram eru ekki aðgerðir sem munu ná markmiðum okkar, bara samkvæmt vísindalegum rannsóknum og þau vilja gera alls konar sem getur bæði ná markmiðinu umhverfismál og efnahagsvöxtur. Þau vilja gera eitthvað eins og vera bara með eitthvað frumkvöðlasetur og eitthvað svoleiðis og ekki þurfa að gera neina óþægilega hluti. En loftslagsmál eru krísa sem mun þurfa að láta okkur horfast í augu með bara óþægilega hluti eins og til dæmis, hvaða neyslu ætlum við að forgangsraða, hvað er mikilvæg neysla og hvað er kannski neysla sem mætti minnka og það mun þurfa að skattleggja hluti sem valda negative externalities eins og kolefni í andrúmsloftinu og við erum einhvern veginn að bæla þessa endalausu vaxtarvél. Ég er ekki að segja að gera það alveg, það þarf að sjálfsögðu finna einhvern milliveg en það er ekki hægt bara að pikka lausnir, umhverfislausnir frá þeirri hlið stjórnmálana sem þú ert frá og þess vegna finnst mér ótrúlega mikilvægt að allir flokkar vinni saman. Það er fullt af lausnum á vinstri hliðinni, fullt af lausnum á hægri hliðinni og það er bara ekki tími til þess að fá nákvæmlega þá lausn sem þú vilt. Hvatar versus hegningar? Já, það er að gera bæði. Þarf ekki nefnilega að hegna líka? Jú, það er mjög mikið að hvötum núna en þeir geta, þeir verða alltaf miklu skilvirkari og eru miklu líklegri til að ná fram þeim markmiðum sem þeir eiga að ná fram með því að hafa líka hegningu. Carrot and a stick, segja þau í hagfræðinni. Já, einmitt. Heyrðu, þá komum við að því að það er ekki bara merkilegt að þú ert yngst Íslendinga til að taka sæti á Alþingi, heldur, ertu í Harvard? Já,
og ég veit að þetta kann að vera óþægilegt umræðefni fyrir þig og það nú yfirleitt alltaf þannig með mann að það sem maður gerir sjálfur manni finnst það ekkert merkilegt en nú verður að taka þátt í smáborgara svona íslensku leik að hvað veistu hve margir Íslendingar hafa gengið í harðband? Það nefnilega alveg bara ágætlega margir við erum sko fleiri en Danirnir sem ég finnst alltaf mjög skemmtilegt og ég alltaf að segja við Danir við erum með fleiri það finnst mér merkilegt já, við erum með geggjað íþróttafólk úti það já, og við erum núna eitthvað 6, 7 og það bara ágætt sko. Og erum við í sambandi eitthvað einbyrðis? Já, við erum alltaf með einhverja Íslendinga hittinga og svo svona norræna félagið stundum með hittinga og þá finnst mér mjög gaman að reyna að tala skandinavískuna. Já, en nú kannski einhverju sem eitthvað ungt fólk að fylgjast með okkur og það hugsa bara Harvard býtu, það ekki allt og dýrt kemst nokkur í Harvard? Nei, sko mér finnst það eiginlega stærsta mýtan að nám í Bandaríkjunum sé rosalega dýrt. Er það? Það getur verið það, en ég sótti fjárhagsaðstoð og hjá þessum toppskólum þá eru þau alltaf að taka fólk inn án þess að pæli því hversu mikið pening þú átt og svo reiknaðu bara út hvað þú átt að borga út frá tekjustöðu foreldra og tekjustöðu þinnar og veist, þetta reiknaðist út þannig að ég að borga cirka sama og ef ég væri í HR og ef maður tekur leigu og matinn í Reykjavík þá ég nánast að spara því að vera þarna úti. Hvað er það að segja? Og þannig þú veist já, þetta var alveg stór, ég myndi að sjálfsögðu ekki gera, ég veit ekki, ef skólinn er náttúrulega 10 milljónir á ári ef þú borgar ekki, ef fær ekki fjárhagsaðstoð, þannig ég held ég væri ekki að gera þetta ef þetta væri ekki fyrir það. Nei. En ég var bara mjög heppin með það að, sko, þú veist, ég pældi ekkert í því þetta væri möguleiki að sækja fyrir en ég fór í eitthvað sumarprógram á vegum sendiráðsins þar sem maður fór til Bandaríkjanna og ég kynntist einhverjum Ameríkönum og þau voru alveg að peppa mig í þetta og bæði amerísku skólar taka miklu meira tillit til, þú veist, eða þú ert að taka þátt í félagsstarfi og svona ritgerðum. Sem þú alla tíð gert. Já, sem var miklu meira minn, styrkur heldur en eins og mér langaði líka í skóla kannski í Svíþjóð og Frakklandi og þá voru þau bara horf og einkunnir og þú veist, mér fannst svo margt áhugavert með skólanum og ég var kannski ekki alveg með 10 meðalengun sko. Þannig að ég komst ekki í neina skóla í Svíþjóð og voru lítið skóla í Frakklandi og ég var bara eitthvað, ég þarf bara að spila það sem minn leikur er sterkastur og það er Bandaríkin. Þannig þá sæki ég þarna og þetta var svakalega fyndið umsóknarferlið að taka SAT-próf og ég veit ekki á hverju ég var. Hvað er það aftur? Þetta er bara Scholastic Aptitude Test. Sem þýðir hvað? Þetta er bara eitthvað samrænt próf sem allir taka. Takk. En já, þetta var sakalegt, ég vissi ekkert þetta og ég vissi ekkert hvað að gera þegar ég var 17 ára og ég bara svona einhvern veginn þurfti samt að finna út úr þessu, að kenna einhverjum kennurum í tækniskólanum hvernig að fylla út dótið að því enginn hafði verið að sækja þarna áður. Og svo var þetta bara, já, mikil heppni, ég veit ekki, bara svona lagði allt í þetta og setti allt að veði og rosalega vinna í umsóknarferlinu. Já, það var ákveðið tímabil í janúar þess að ég var að klára allir ritgerðirnar og klukkan er alltaf 12 á bandarískum tíma þá er 4 á íslenskum tíma nóttina. Þannig ég var í jólafríinu var ég bara alltaf að vaka þangað og ég var að drekka svo mikið kaffi, grílukaffið frá Kaffitár. Ég fékk óbeit á því eftir að ég sótti ég gæti ekki drukkið langan tíma því að bara slæma minningar. En hvað heldur það að við vegið þungt í umsókninni að þú gast flagga því að þú værir varaþingmaður? Það var alltaf eftir. Var það? Já, það var alltaf eftir. Það gerir seinna? Það gerir seinna. Ég var ég komst inn vorið 2022 og átti það að byrja haustið en svo kom COVID og þá ákvaði ég að fresta náminu 1 ár af því að þetta hefði verið skóli á Zoom kvöldið og það var bara ekki næs. Þannig að ég var svo ógeðslega spennt að byrja þannig ég fresta sem 1 ár. Það var ekki ákvörðun. Fór í lýðskólann á Flateyri og fór í jöklaleiðsögnunám og gatið mitt líka hafði tíma til þess að bjóða fram sem varaþingmaður þannig að ég vil meina að ég hafi komið mjög vel út úr COVID-inu sko. En svo já, þannig það var allt eftir á, allt með nýju stjórnarskránni, það var allt eftir á. Já, sko í þessari umræðu hefum við hér á Samstöðinni reynt að hræra saman einstaklingnum og samfélagi. Já, það er mjög flott. Er það ekki bara? Jú. Og manni finnst maður alltaf þurfa svona að vita aðeins grunn hvers og eins þegar maður er að fiska eftir skoðun á þjóðfélagsmálum og svoleiðis. Það er rosalega gaman að við hefum augljóslega getað búið til 3 klukkutíma þátt bara þig og þína sögu því að þú lifir mjög áhugaverðu lífi.
En ef við reynum núna að taka fókusinn aðeins á þér sem persónu yfir í samfélagsmálin. Já. Þá þú ert komin til Harvard. Þú hefur verið að leggja stund þar á nám sem að tengt hagfræði. Þetta hagfræði og ég taka umhverfismál sem aukafag. Já, síðan hefur líka aðeins verið að læra kínversku, það ekki? Jú, ég tók kínversku og kvísjójóen bara sem aukatímar. Maður fær alltaf smá val og það bara skemmtilegt að í Harvard þá eins og allir geri allt bara annarkvort á 150 eða ekki. Þannig það að skrá sig í kínverskunám var alveg svona, þú mætir á klukkutíma á dag og ert að læra 49 karaktera og þetta alveg pakki sem þú ert að skráði í. En þú ert talandi eftir ár sko og það var ótrúlega gaman, ég fór til Kína í sumar og var að spreyta mig, það var mjög skemmtilegt. Ok, segjum sem svo að ég þið boðaður sem gesta fyrirlesari til Harvard. Já. Og sem að verður aldrei sko. En ég myndi segja að ég væri búin að greina Íslands samfélag þannig að unga fólkið hefði mestar áhyggjur af umhverfismálum, atvinnumálum í framtíðinni. Það hefði orðið svo breyting að nú væri ekki lengur hægt að mennta sig og búa og vænta þess að þú fengir bara ágætisvinnu. Efnahagsmódel heimsins væru meira og minna ósjálfbær og þyrfti varla nema bara svona anda á sum þeirra, þá myndi þau hrynja. Og ofan á allt þetta myndi bætast ákveðin svona heimsenda ógn og meiri ófriðar blikur en mjög langt skeið og þá erum við að horfa til Úkraínu, við erum að horfa til þess hvernig Kína geti stigið fram. Við höfum náttúrulega heyrt marga tala að Bandaríkin rambi á barmi borgarastyrjaldar. Bretland, þar hefur verið sagt að það hefur verið stutt í það að menn hafi verið að hengja bara hvor annan og götum úti eftir að börnin 3 voru myrt daginn og fleiri voru í hættu. Og Ísland takmarkað sem sagt Ísland byggir sína ákomu á auðlindum að mörguleyti frekar en hugviti og þær geta verið svolítið brothættar þessar auðlindur okkar samanber spjall mitt við Halldór Björnsson veðurfræðing á Veðurstofunni í gær. Já. Og þá komum við að því sko sem ég langar til þess að biðja þig að svara. Hefðu þið velmenntaða fólkið bara púa mig niður á öllum vígstöðum og sagt þú hefur rangt fyrir þér í öllu. Það hefur aldrei verið betra að vera til. Möguleikar okkar eru stórkostlegir. Engin kynslóð hefur átt eins mikla möguleika og við á bjartri framtíð en vissulega eru við kannski pínulítið vanrækt á sumum sviðum, hvað varðar til dæmis útivistun uppeldis frá að í stað þess að foreldrarnir ala okkur upp þá voru það símarnir sem að óla okkur upp. Hvaða viðtökur fengi þessi fyrirlestur? Þú myndir ekki vera púað niður og ég bara hveti til þess að koma, það bara mjög skemmtilegt. En nei, ég held að sé alveg að vissuleyti rétt hjá þér, en þetta samt svona smá, þú veist, þetta ekki svo svart og hvítt og við lifum einmitt á tíma þar sem 2 sannleikar geta verið réttir á sama tíma. Já, ég fleiri. Já, eða fleiri, einmitt. Þú veist, það alveg rétt að ég bý í samfélagi sem ég get gert alls konar og það ógeðslega gaman að vera til í dag. En það líka sagt að þú veist, módeli sem við kannski vorum að lifa með áður fyrr með stenduðu vel í háskóla, fáðu vinnu og þá verður þau góður, ekki alveg lengur til. Nei. Og það svo svakalega flókið með hvað að valda þessu, þú veist, það bara störf að breytast í heiminum, þannig þessi hefðbundnu skrifstofustörf og hefðbundnu störf rosalega, þau fara minnkandi út af gervigreind og svoleiðis. Já, ekki bara störfum að stór fækka? Eða mun fjölgun þeirra verða á öðrum sviðum? Það alltaf vonin og það alltaf það sem tæknisinnar segja en ég alltaf á því og að það megi ekki bara láta það gerast. Það ákveðin hlutir sem Íslenska ríki getur gert til þess að stuðla að þeirri breytingu. Ég trú alveg á markaðinn en mér finnst eins og að ríki geti sett ákveðin markmið fyrir markaðinn og að þau fyrirtæki sem eru viljug að taka þátt í einhverjum samfélagsmarkmiðum, þróunarmarkmiðum að þau fái einhvern bónus fyrir það. Já. Þetta svona pínu iðnaðarstefna sem ég held að sé mjög mikilvæg fyrir 21. öldina. Já. En já, ég held að þetta sé alveg að vissuleyti rétt með heimsendirspælinguna þá held ég þetta sé svona smá þú veist, einhvern veginn kreppa í því að allt við kaupum og neytum einhvern veginn orðið svo ódýrt og það svo, þú veist,
það vantar einhvern veginn svona substans í svo margt sem við neytum, svo margt sem við klæðum okkur og það svona gerir veröldin aðeins tilgangsminni einhvern veginn. Það er minni mannvera í öllu því sem við klæðumst og svo við borðum. Það ég oft lýsi að þú veist, skilvirknin í hagfræðinni, skilvirknin í hagkerfinu er alltaf á leiðinu upp og upp og upp. En á einhvern tímapunkti getur hún gengið of langt. Og það er líka smá, veist, þetta er smá tilvistakreppa sem hagfræðin er í núna og veist, mjög áhugavert að vera að læra hagfræði á þessum tímum. Eins og til dæmis bara veist, störf í ferðamálageiranum, þetta er eitt stærsti geirinn á Íslandi núna, en út af einmitt það er búið að vera auka skilvirkni og það er alltaf pressa á fyrirtæki að vaksa, að þá vilja þau alltaf, ok, hvernig getum við köttað kostnað og svoleiðis, og þá einmitt, þú veist, geta þau bara lækka laun og gert störfin einfaldari og gert þau að störfum það sem það þarf að skipta út fólki ótrúlega fljótt. Og þá ertu komið með samfélag þar sem þú veist, fólk er bara í stuttan tíma, hvort sem það eru útlendingar eða ekki, ég var líka bara í stuttan tíma og svo bara, get ekki meir. Það er ekkert rosalega skemmtilegt og það að byggja upp langtíma starf í einhverju svoleiðis er erfitt og það eru mörg störf sem eru að verða einhvern veginn svoleiðis. Já, svo sko það kom út skýrsla hjá forsætisráðuneytinu í fyrra og hún mældi það að fleiri í hópi 20-30 ára minni mig eru dottnir niður í sko lágtekju umhverfi, sem sagt þessi línulaga framför, við gátum treyst því alveg eftir stríð að næsta kynslóð hafði það betra en við. Já, einmitt. En nú hefur allavega hér á landi hefur þetta breyst. Já. Og það er nýtt og maður svona, já, ok, það er þá ekkert náttúrulögmál að bara heimurinn verði alltaf betri og betri. Auðvitað getur hann tekið mjög djúpar dýfur og sú tilhugsun ein og sér kannski gæti ímynda með breytir að einhverju leyti hugarheimi ungs fólks eða hvað? Sko, ég vil alltaf meina það að blessunin við það að alast upp á Íslandi er svo að við einhvern veginn taugakerfið okkar elst upp í og rosalega góðum aðstæðum. Þannig að við erum miklu líklegri til að treysta hvor öðru og við erum miklu líklegri til að vilja vinna saman. Þannig að einhvers konar svona svakalegs ofbeldis, þú veist, eitthvað, það ætti ég erfiðar með að sjá hér. En þetta er alveg rétt, okkar kynslóð kannski er ekki alveg að búast við sömu línulegu framför, en ég held að þetta sé líka bara ójöfnuður, þú veist, inngangsstörf og eru ekki alveg, vel launuð og voru, en það eru samt einhver störf sem eru þannig, ég meina ef þú ert að fara að vinna í banka, þá ertu að fara að fá vel borgað. En það er líka bara þannig að það er meiri renta sem er tekin, þú veist, ef þú ert að vinna í einhverjum geirum þar sem renta er tekin, þá eru þau laun hærri. Og Adam Smith sagði alltaf, frjálsmarkaður er markaður sem er frjáls frá rentu, sem ég rosalega fyndi að hugsa til. En það eru einhver störf sem eru ennþá svakalega vel borguð og ég tek eftir, þú veist, nú er ég að fara að útskrifast með fullt af fólki í Harvard sem er á leiðinni í einhver svona quantitative finance störf sem er að borga þeim, hvað er 800.000 bandaríkjadalir, þetta er einhverja 10 milljónir á mánuði. Þannig það eru, þú veist, það eru einhverju störf sem heldur ennþá þessu uppi og heldur standardnum frekar háum fyrir okkur. Ég meina, þú veist, af hverju þarf að vera í hálaunuðu starfi mjög snemma þegar við erum ung? Það er líka búið, líka ákveðin hlið þessu er það búið að auka eftirspurnina og normið, neyslu viðmiðið sem við lifum í, þú veist, að allir geti farið út á hverju ári, allir kaupi ótrúlega mikið af fötum, þú veist, lífsstillin okkar gerur okkur líka pínu fátakan, myndi ég segja, og það séu ennþá tilvist, ég meina það er ekki þeim að kenna, það eru ennþá störf sem heldur uppi okkar væntingum. Og ég og Maj-Britt, vinkonum mín frá Danmörku, við köllum þetta stundum svona anonymous wealth. Þú fær pening til þess að sjá pening annarra, en þetta er peningur sem þú færð ekki af því þú ert nauðsynlega eitthvað verðmætari en annars starfsfólk, en þetta er peningur sem þú færð til þess að spyrja ekki spurninga. Ég segja. Einmitt. Þeir sem rugga bátunum, þeir eru ofta ekkert í bestu málunum. Nei.
En sko, áhugavert og nefnir hann fjármálageirann, þar virðist ennþá leka smjör á hverju strái þangað til við förum kannski næstu djúpu kreppu með skömmu fyrirvara. Ég veit ekki hvort þú spáir því eða... Ég veit ekki sko, en hérna hagkerfið eins og sett upp núna það er alltaf í hringrás, þannig að allt sem fer upp mun fara niður. Já. Og það er mjög erfitt með það að sko rosalega mikið af fjármálageiranum í dag hefur farið út í bara svona það sem Mariana Mazzucato kallar casino capitalism, að veðja á eitthvað eitt og svo fer það upp og eitthvað svoleiðis, og það fer svakalega mikið effort í þetta og fjármagn helst í einhverju svona meðan það ætti að vera að fara í fjárfestingu í húsnæði eða eitthvað svoleiðis. En það hefur orðið ákveðin pressa til þess að fyrirtæki hagnist alltaf meira og meira og meira, bara út frá hvernig samkeppni virkar. Og þess vegna vilja þau minna vera í einhverju sem kannski gefur ekki jafn mikið af sér. Ég meina, þú veist, af hverju ekki fullt af fyrirtæki með fjárfesta í vatni og orku í þróunarlöndum, bara það borgar ekki jafn mikið, þú veist, það er ekki jafn arðbært að gefa fólki sem er fátækt orku eins og það er að vera að veðja á einhver hlutabréf eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er erfiðið með kapitalisman í dag, að þú veist, við viljum að fjármagn fari í eitthvað jákvætt, en að það er fast í einhverju svona speculative asset bubbles. Nú afsaka ég enskunum mína. Allt í góðu, við skiljum að þú ert þú lifir í þessu umhverfi. En sko, hvað segirðu þátt ríkisins í þessu öllu þegar norræna velferðarmódelið var svona sterkast, þegar þetta blandaða hagkerfi sem byggir á sköttum? Þeir sem hafa það gott, þeir greiða væna tíund til samfélagsins og lyfta þar með upp hag þeirra sem eru ekki eins breiðar axlir, en jafnframt mjög miklir hvatar til frumkvöðla, fyrirtækja, þeirra sem stofna fyrirtæki og eru sprautur og hvatar, nýsköpunarhvatar, að í þessu gamla módeli var ríkið í rauninni virkur leikmaður á markaði. Algjörlega. Það stóð fyrir atvinnulífi. Núna er ríkið í þeirri stöðu að fjárlög íslenska ríkisins þau velta óbúslega mikið bara umsveifum einkaframtaksins. Já. Og þar með er íslenska ríkið orðið háð umsveifum einkaaðila. Sumir segja að íslenska ríkið sé orðið skúffa í skatthóli ólígarkana sem við köllum útvegsmenn. Þurfum við kannski sko núna aftur, bæði með hagsmuni ungra í huga og bara allra, þurfum við er málið að spóla aðeins aftur og breyta hlutverki ríkisins aftur meira í átt til þess sem var, að það væri virt í atvinnulífi, það hefði eitthvað með atvinnulífsstefnu að gera og væri jafnvel að fjárfesta í atvinnulífi. Já, ég get alveg séð hvernig aðstæður fyrir því eru aðeins að myndast núna. Mér er samt mikilvægt að hugsa allar svona breytingar út frá því hvað eru aðstæðurnar núna, en ekki bara hvaða stjórnmála hugmyndafræði finnst mér sniðug og við ætlum að breyta bara til þess að breyta. En ég sko sérstaklega á Íslandi, þar sem það er dálítið mikil fákeppni, þá er hætta á því að það sé bara ótrúlega mikil renta. Það er renta sem er bara peningur eftir hagnað, eftir að búið að greiða laun, bara peningur sem þú færð af því þú hefur eitthvað markaðsvald til þess að setja verðið aðeins hærra. Og það eru nokkru iðnaðir sem eru þar, og þetta eru kannski iðnaðir þar sem það er ekki eitthvað svona rosalega sterk krafi einhverja nýsköpun eða samkeppni, eins og til dæmis sími, þú veist, það geta verið með netsamband hvar sem þetta er frekar einfalt, og ég hef oft hugsað það að það mætti alveg setja upp eitthvað svona kooperativ eða eitthvað svoleiðis, þar sem það er minnkað svo renta sem er tekin úr vösum fólks. Fara aðeins aftur í tíman. Kannski. Já, þú veist, ég meina sko aftur í tíman eða fram og við skiptir ekki máli hvernig hugsa þetta er að vera að gera þetta mjög mikið núna þar sem starfsfólk á kannski fyrirtækin og tekur ákvarðanir þar. Ég oft hugsa að þetta væri snillt að setja upp svona fyrir jöklaleiðsögn, af því þar eru jöklaleiðsögmenn þeir sem vita nákvæmlega hvenær ætti að hætta við ferðir út af veðri, vita kunna alveg að markaðssetja sig og alles, og geta þá kosið og tekið ákvarðanir saman. Og ég trúi allavega mikið á lýðræði bæði í stjórnmálum og líka bara í venjulegu lífi, sko. En svo komið aftur hlutverkur ríkisins, þá er alveg
ég styð mikið það að búa til iðnaðarstefnu og ég var að vinna fyrir sumar í Malasíu þar sem við vorum mikið að vinna fyrir eitthvað svona think tank sem var að vinna að iðnaðarstefnu fyrir Malasíu og þá voru þau mjög mikið að pæla í því ok, hérna einhver ný tækni, hvernig getum við hjálpa fyrirtækjum að nýta það, hérna hérna ætlum við að styrkja framleiðslu á svona og við viljum þá að fyrirtæki, ef þau geta matcha þetta, þá fá þau eitthvað styrk. Og þetta alls ekki það sem hagfræðin alltaf að segja okkur að vera ógeðslega hrædd við að ríkið sé að vinna, að velja einhverja sigurvegara. Ríkið bara að setja standardinn af því að samfélagið vill einhvern standard. Við getum ekki leyft samkeppni, það nánast á engum stað þar sem frjálsmarkaður alveg frjáls. Það alls staðar einhvers staðar einhver svona reglugerð eða einhver aðstoð. Og við bara sjáum hann ekki alveg jafn mikið og mér finnst myndlíking sem hún Kate Rosworth gerir í bókinni Donut Economics að hagfræðingar þurfa að hætta að vera einhver svona mechanics sem að reyna að skilja hvað í gangi í vélinni, í hagkerfisvélinni og við þurfum að vera meira eins og garðyrkjumenn. Við erum með einhver blóm sem við viljum rækta þannig að við ætlum að búa til góðan jarðveg og við vitum að góð blóm vaksa í góðum jarðveg. Og það ekki að segja að ég ætla að velja nákvæmlega þetta blóm sem mér finnst gott, ég ætla bara að fá falleg og fjölbreytt blóm og margt í vistfræði sem ég hef líka verið smá að læra, tekið nokkra áfanga í því sem ég held að hagfræðin þurfi að læra rosalega mikið. Það einmitt ný grein af hagfræði sem að myndast núna sem heitir visthagfræði, þar sem þú ert meira að pæla í því hvernig allt þetta vistkerfi vinnur saman. Þú ert með fólk og fyrirtæki og þetta snýst meira þetta félagsvistkerfi og mér finnst alls konar það mjög áhugavert og margt sem getum lært. Orð eins og félagshyggja, jafnvel kaupfélög, þessi orð sem að þóttu mjög hallærisleg fyrir ekkert mjög mörgum árum, mér finnst þau aftur vera að komast í smá tísku. Já, ég meina ekki samfélagið dálítið svona hringrásarkennt, nú erum við búin að prófa eitt kerfi og það er búið að taka smá út í öfga og þá kannski erum við opin fyrir því að prófa eitthvað annað og það einmitt, út allan heim vill fólk prófa eitthvað annað og rosalega opið fyrir nýju fólki sem með einhverja nýjar hugmyndir. Það svona, Hér til dæmis talað að ríkið þurfa að stíga miklu sterkar fram í því að leysa húsnæðiskrísuna. Algjörlega, húsnæðiskrísan allt krísan, bara hvernig við byggjum og þetta svo mikil grunnundirstaða fyrir jöfnuð í samfélaginu og það bara, þetta orðið eitthvað hlægilegt þetta bæði lánakerfið og líka það hvernig við byggjum húsnæði og lánakerfið finnst mér ótrúlega fyndið. Ég fór í eitthvað deep dive þetta, einhverja kanínuhólu þegar ég var að skrifa eldhúsdagsfræðina mína og þá það bara þannig að þú ert að borga húsið tilbaka eitthvað 5 til 15 sinnum eftir því hvernig vextirnir eru og núna þau þannig að þú ert að borga húsið eitthvað 14 sinnum tilbaka en í Noregi þá þetta svona kannski 2 einu sinni til 2 ertu að borga og það snýst allt vextina en líka bara fákeppnina sem eru á markaðinni en Færeyjar, þau eru með 2 banka, ekki 3, við erum með 3 þau eru að bjóða upp á helmingilegri húsnæðisvexti núna bara út af því að þau eru með dönsku krónuna sem að hluta til bundin við evruna og þá geta fjárfestar komið og þá meiri samkeppni í bankakerfinu þar og mér finnst eins og Íslendingar séu búin að ákveða það að samkeppni snúist bara samkeppni fyrir fjármagnseigendur en mér finnst miklu minna að tala það að hvað með samkeppni banka, af hverju má ekki vera með opnara hagkerfi til þess að fá meiri samkeppni á markaðin en við viljum alltaf hækka vextina eitthvað samkeppni þetta líka bara til þess að það sé hægt að græða meira. Þetta er eiginlega kafkaískt umhverfi að finnst mér að búa hér á Íslandi. Algjörlega svona nokkra möntur sem eru sagðar oft, að þarf að passa upp á innlenda kjötframleiðslu og hvað komið út úr því. Það er búið að leyfa einhverju monopóli að gerast og þetta fyrirtæki KR sem bæði að framleiða kjöt og oft með meir en helmingshlutdeild af kjötframleiðslu en svo á sama tíma að flytja inn kjöt og þá á sama tíma óvinnurinn. Og þetta allt bara eitthvað, það þarf að passa upp á innlenda kjötframleiðslu, við skulum bara leyfa þeim að gera það sem við vilja. Og hvað gera þau? Þau eru fyrirtæki, ég trúi mikið á það að við
verur sem eru mótaðar á okkar umhverfi og ef umhverfið að biðja okkur að vaxa sem fyrirtæki, þá gerum við það, þú veist, þess vegna kenni ég þeim ekki þetta bara, þú veist, þetta bara hvatarnir sem búið að búa til, en þess vegna má breyta þeim, þú veist, þetta ekki eitthvað sem fyrirtæki náttúrulega gera, ef það væri hægt að bæta hvatana, þá myndi fyrirtæki ekki hafa þessu svona. Og þú myndist á fákeppnina áðan, sumir ganga svo langt að segja að það sé ekki bara fákeppni, en það sé bara engin samkeppni og það sé bara gefið á garðan og þetta velti á tengslum og flokkum og flokkadráttum, hverjir fái hvað og náttúrulega mjög mikil hætta á því í svona fámennu ríki og einsleitri þjóð með þær sögurætur sem við höfum og vaxtastefna Seðlabankans hún svo ómannúðleg. Ég held hún sé líka heimskuleg því að það virðist ekki vera sem að þetta tæki sé að vinna á verðbólgunni eins og því ætlað og mér dettur í hug sko með þig að til dæmis þegar þú velur þér framtíðar búsetu og þið langar að koma aftur heim til Íslands. Mér langar mjög mikið að koma aftur til Íslands. Já, þetta ekki bara risavaxin fyrirstað, húsnæðismarkaðurinn og þetta sem þú segir að ég maður að nálga 60, ég fastur í einhverju hávaxta umhverfi. Ég þarf að borga það húsnæði sem að ég keypti núna eftir ég flutti frá Akureyri fyrir 3 árum. Ég þarf að borga það margfalt. Það ekkert sem að heitir örugt, farsælt, friðsamt ævikvöld hjá mér miðað við þessa vaxtastefnu. Algjörlega. Og þannig að það ekki bara unga fólki, það náttúrulega allir. Algjörlega. En þetta ekki breyta sem að, sko, þú þekkir örugglega marga Íslendinga sem eru að stunda nám í löndum út allan heim. Eru þið ekki að ræða þetta svolítið innbyrðis? Algjörlega, þetta líka bara snýst það mitt, þú veist, við búum við svo svakalega fallega náttúru og eitthvað svoleiðis, en hvenær á ég að fá að njóta hennar ef ég þarf bara að vinna allan daginn og vinna alltaf og öll sumur. Já, peningarnir fara allir til fólk sem þú vilt einmitt alls ekki, sem á nóg af þeim fyrir. Já, ég meina, bara borga sér lán og þessi lán sem eru svakalega, það ekki hægt að spá fyrir hvað að fara að gerast næst, eins og vinir mínir þau keyptu íbúð í boðið lágvaxta umhverfi sem ég finnst bara illa gert að auglýsa þegar sko ríkisstjórnin hefur ekkert vald yfir yfir vöxtum. Var það 2021 kannski? Já, þetta var í þeim kosningum. Þá var einn flokkur mjög mikið að auglýsa við boðum lágvaxta umhverfi, við erum búin að ná þessu öllu fram. Og svo hvað gerist? Vextir eru hækkaðir og þau hafa ekkert vald til þess að gera eitthvað í því. Þau hafa það, þau bara vilja ekki gera það. Þessi verðbólga, þannig ég tala mannamáli, þessi verðbólga kemur ekki frá því að það vanti að hækka vexti. Það kemur frá því að það vantar þetta supply side inflation, þannig að það vantar húsnæði og það að valda þessari búblu í húsnæðismarkaðinum og þá lausn því sem felst í því að byggja meira húsnæði. En með því að hækka vexti endalaust, þá ertu bara að gera það erfiðara að byggja húsnæði. Og þess vegna, og einmitt skattar á, það einhver skattur sem ég man ekki hvað heitir sem eitthvað á byggingur sem bara hefði aldrei átt að hækka af því að hann einmitt bældi nýjar íbúðir sem voru byggðar. Já, og nú þetta bara orðin business að það eru bara einhver stór fyrirtæki sem að sjá að byggja og kaupa og selja. Og svo ekki að fyndi að alltaf... Og við verðum þá bara leiguliðar. Einmitt, og svo gerir alltaf ríkisstjórnin eitthvað svona, já, þú veist, það kemur eitthvað svona, finnst þér í lagi að þetta leigufélag sé bara eitthvað með milljarða í eitthvað tekjur og þau bara, já, við náttúrulega biðlum til þeirra að sýna samfélagslega ábyrgð. Já, því það var alltaf gengið svo vel. Akkurat, og þá þau fyrirtæki sem eru með milljarða eitthvað í tekjur eiga alltaf að sýna samfélagslega ábyrgð, en ég sem bara að reyna að gera mitt besta, ég á eitthvað að sýna samfélagslega ábyrgð þegar það sett greiðslumat á lán sem sagt bara svo regla sem segir það að þú mátt ekki eyða meira en 35% af þínum mánaðarlegu tekjum í að borga niður lán. Og ég að sýna samfélagslega ábyrgð með í þessu vaxtarumhverfi með því að mig ekki taka lán þegar einmitt leiga oft hærri heldur en mánaðarleg húsnæðislán
mánaðarleg borgun á húsnæðislán sem klikkað. Þannig þetta svakalega eitthvað svona ónotendavænt umhverfi, ég veit ekki hvað ég að segja, og stór breyta í því hvort að okkur langar að koma heim og þetta bara snýst algjörlega frelsi, þú veist, mér langar ekkert endilega að binda mig á Íslandi í næstu 20 árin, en ef ég myndi taka húsnæðislán þá ég eiginlega að gera það. Já. Þannig maður svona, já. Sýnist þér hagfræði nemanum í Harvard að íslensk efnahagsstjórn kunna vera svo versta í heimi? Mögulega, þú veist, ég meina við erum með vexti sem bara eru samas, við erum á bil við all stanríkin. Nánast öll lönd í Evrópu eru með lægri vexti en við. Þetta bara fyndið, sko. Og ofinsælisti stjórnmálamaður Íslands forsætisráðherra? Já, ég er ekki hægt að búast því neinu miklu. Svona þetta, sko. En ég alltaf, þú veist, ég meina, það snýr margt á haus. Já, ég segi samt alltaf, þú veist, ég er samt meiri von eftir að ég byrjaði að taka þátt á þingi út frá því líka bara hvað Íslendingar geta breytt skoðun og það alveg eitthvað sem ég trúi á. Og það þessi regla sem segir til það þarf bara 2,5% af þjóðinni sem tekur virkan þátt til þessa breytingur til langs tíma. Já, það Er það kennt í Harvard? Ég veit ekki hvort ég listi í Harvard, þetta er samfélagsrannsókn sem segir bara að þú vilt ná fram einhverju samfélagsbreytingu, þú þarf bara 2,5% af þjóðinni. Það upprifandi að heyra. Já, það bara ekki það mikið af fólki. Við þekkjum 2,5% þjóðinni. Það bara basically henni. Já, ég segi það nú alltaf. En ok, ef ég kveð þig og þú ert að fara, á föstudaginn bara út? Á morgun. Já, á morgun. Já, það föstudagur á morgun. Já, það ég byrja loka árið mitt. Já, loka árið framöndan. En ef við svona förum á glaðhlakkalegun nótum inn í framtíðina, þína framtíð og framtíð annars ungs fólks, þá það sem náttúrulega æðislegt við að vera þú og við að vera ung manneskja í dag. Það þetta námsframboð, það þessi tækifæri að geta þessi gamla saga að pabbi bara krafist þess að ég í bóndi og þess vegna kemst ég ekki í menntaskólan, hvað þá að ég geti lært iðnina sem langað að læra eitthvað svoleiðis. Þessi gamla saga, henni lokið. Er það ekki í langt flestum tilvikum, það náttúrulega alltaf einhverjar fátæktagildrur og svona einhver höft sem að halda sömu ungu fólki í fangilsi, getur maður ályktað. En þetta það sem kannski svona stórbrotnast við samtíman að heimurinn allur undir, þú getur gert það Já, sko það svakalega gaman að vera í háskóla. Og mér held að það sem eiginlega pínu einstakt við Harvard það að þú ert búin að komast inn í Harvard, þú þarft ekki að stressa þig á einhverju, þannig þú getur þannig eiginlega bara lært það sem þú vilt. Og segi ég sem að læra hagfræði, en ég meina ég hef bara mjög mikinn áhuga á hagfræði. Og það rosalega skemmtilegt. Ég held að það sé mikil blessun að geta litið á háskólanám sem við getum núna sem eitthvað sem þú mátt bara fræða þig eitthvað í 3 ár, þú mátt bara njóta þess að hugsuna og svo gerir eitthvað við það. Það ekki lengur þannig að þú ert að mennta þig til þess að fá eitthvað starf. Við bara byrjum að missa trú á því að einmitt, það líka jákvæð hliðin á því að missa trúna á því að þú ferði eitthvað nám og færð gott starf. Það svakalega frelsandi og mér finnst mikið frelsi í því að vera til í dag og geta mennta mig í því sem ég vil. Það ennþá vissulega hagfræðilegir hvatar sem hvetja fólk til þess að læra eins og ég meina fyrir 10 árum var það tölvunarfræði og svo erum við núna með þessa búblu sem gerist að ótrúlega mikið af fólki fyrir að læra tölvunarfræði, svo bara engin störf til í dag því að allir fóru að læra tölvunarfræði. Þannig þetta rosa fyndið með, það alltaf eitthvað svona, en þess vegna segi ég bara að það ekki hægt að spá fyrir framtíðina, bara framtíðin að breytast miklu hraðar en við getum spáð fyrir ef við byrjar að læra tölvunarfræði þá þegar þú útskrifst þá bara kannski eitthvað annað vinsælt á. Þannig það mjög skemmtilegt að hugsa til þess og bara fá pínu einmitt það að mennta sig í einhverju sem maður vill, sem alveg, finnst mér grunn undirstaða samfélagsins og þess vegna ég mjög mikill talsmaður þess að lána að línkerfið verði bætt. Já, námslán eru mikið böl. Já, ég held nefnilega að fullkomlega til þess að... Þau býta fólk svakalega. Þegar þau koma ofan á vaxtastigið og þú ert með töluvert húsnæðislán, þá ertu ekki mjög góður stöðu þessa dagana. Einmitt, en bara það að leyfa ungu fólki að vera ungt fólk held ég að sé bara
besta efnahagsstefnan í heimi og leyfa ungu fólki að, þú veist, leika sér aðeins og sitja eftir og það finnst mér líka blessunin að vera í Harvard ég þarf ekki að vinna eitthvað mikið með námi. Nei. Og ég get bara, þú veist, setið með vinum mínum, við borðum saman kvöldmat og hádegismat og morgumat, við erum að tala eitthvað svona í tímanum, ég get, þú veist, hitt prófessor, skólinn borgar fyrir að þú farir út að borða með einhverjum prófessorum stundum og þetta það sem menntunin gerist, þú veist, ég var að taka þátt í einhverju leikritum með skóla af því ég hafði tíma til þess og það blessunin og þar koma þessi svakalegu móment þar sem maður lærir og þroskast svo mikið af, en ef ég væri að vinna ógeðslega mikið með skóla, því ég örugglega ekki lent í þessu. En þetta áhugavert, sko. Ég vænti þess að þú sért ekki mikið að tala á milli kennslustunda við fræðimenn, kennara og prófessora alltaf með HÍ, eða ég reyndar veit það ekki. Ég veit ekki, en ég allavega veit að það aðeins meiri pressa hér til þess að þú þarft að vinna með námi, oft bara fullt starf og mér finnst það svona pínu leiðilegt að heyra að það sé eitthvað sem þú eiginlega þarft að gera, ég meina ef fólk kýs að gera það þá allt í lagi. Það mun bitna á náminu, augljóslega. Pínu, já. Hlýtur að gera það. En ég hef stundan nám við erlendan skóla. Það var Sviss 1988. Ég naut þess mjög að vera Íslendingur. Það svo skemmtilegt. Það ekki ennþá þannig? Það uppáhalds áhugamálið mitt að vera Íslendingur erlendis. Ég man hann Kári Stef sagði einhvern tímann einhver viðtali að það að geta sagt sögur frá Íslandi sé eitthvað sem hafi náð honum ótrúlega langt, miklu meira en eitthvað annað. Við erum svo mikil... Undirstaða hans velferðar? Ég veit það ekki, en við erum að spyrja hann, sko. En við erum svo skemmtileg sagnarþjóð og ég held að allir Íslendingar hafi líka alveg lent í einhverju fyndnu eins og, þú veist, ég var í Vesturbæjarlaug og það kemur Hallaforseti og eitthvað og inn í mér búið að blandast saman, þú veist, bæði Íslendingurinn sem lítur á allar sem jafna og getur, þú veist, bara mér finnst ekkert erfitt að tala við fólk, svo líka komin smá Ameríkani í mig núna sem bara geggjað mikill extroverti og finnst ekkert mál að byrja samræður. Þannig blandan bara eitthvað svona hættulegt magn af extrovertisma. Og hjólaður í hana? Já, ég sagði bara, ég og amma vorum eitthvað að tala einhverja heimildamynd og svo mætir hún í sig bara nei, sælhalla og eitthvað svona þú múin að sjá þessa heimildamynd og eitthvað svona og hvað veðrið og eitthvað svo segir amma bara býttu þekkist þið? Og ég horfði á hana og ég bara nei, þetta ekki en þá var þetta allt í lagi og við bara, þú veist, kynntum okkur og þetta skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. En hún hefur nú skilið þetta lingo og þetta menningarstönd af því hún hefur sjálf verið svo mikið í Bandaríkjunum. Algjörlega, og þetta er það skemmtilegst í heimi, sko, og vinir mínum að hlæja þessu, þú veist, við erum öll frá mismunandi löndum, frá Japan, Kýpur, Bretlandi og svo kannski kynnum við okkur og við segjum öll, já, við erum frá þessu landi, Iceland, really? Svona, alltaf þetta og svo alltaf spurningin klassiska is it true that you have an app that you can see who's your cousin? Já, það ennþá heitast spurningin. Oh my god, ég bara það verður mitt lífsstarf að eyða þessari sögu, þetta sé eitthvað app sem við nota, það er rosalegt en það er líka mjög gaman, sko, eins og ég var í Armeníu líka í sumar og það bara, þú veist það var bara, fólk var bara, já, kaffi það er bara mér, bara, og einhver maður labbaði upp að mér og vinkonum minni og gaf okkur djús og bara, góðan dag, og bara labbaði í burtu og ótrúlega gaman og það hvet ég fólk að fara einhvern það sem það engir Íslendingar eins og í Kína, þeir finnst það alveg magnað að við séum Íslendingar segja við woman should Bingdaren upp á setningin, við erum Íslendingar rosa skemmtilegt en það held ég ekkert annað land sem með jafn mikið clout og Ísland, það bara eitthvað svona þetta bara eitthvað svona töfravæp sem við erum með, þú veist, að sé land þar sem það eru ennþá, þú veist, eldfjöll og jöklar og veist, bara svona pínu villta vestrið á svo skemmtilegan hátt svona stundum skemmtilegan hátt en ekki alltaf mér finnst alveg mest vera skemmtilegan hátt og bara það allar sögurnar sem við eigum og hálendið bara svo svakalega skemmtilegt, þú veist, að geta labbað einhvert og maður sér bara engan, fara á hotstrandir, ég mikið að stunda það að fara á puttanum einhvert og oft gert það og öllum finnst það ógeðslega skrítið en bara lendi ég eitthvað svona, veist, það byrjaði þannig að ég mista strætó og ég þurfti að komast einhvert, þannig ég bara, það er ekkert annað að gera heldur en að bara fara á puttanum og úr varð eitt skemmtilegasti dagur lífsminns og bara lendi ég að frændi minn pikkaði mig upp og svo kom ykkur vinur pappa og þetta var alltaf eitthvað svona ógeðslega skemmtilegt og mikið ævintýri og stundum við þegar fólk keyrir framhjá þá eitthvað
segir eitthvað, yes, I wanted to stop because I wanted to practice my English og ég bara, oh, sorry ég meina, við getum talað ensku þú vilt en já, þannig að þú veist, mér veist ég alveg svona þekkja pínu hvað þetta er þannig sé töfrandi samfélag líka og Töluðu þið svo bara ensku? Nei, við gerum það ekki en fyndi ég, menna, ég var með bakpoka og ég var í regnkápu, þannig kannski, þú veist mætti alveg segja að fólk haldi í þessu turisti og líka bara það að fara upp á jökul, það er klikkað ég fór í fjallamennskunám í Fas það bara, oh my god, það var eitt skemmtilegasta vor lífsmins og þá vorum við myndið að fara í vetrarferð og vorum að skoða einhverja íshella og þetta er bara, þú veist ég skil bara mjög vel hvar allar sögurnar sko tröll og álfa og eitthvað komu af því þetta er svo svakalega töfrandi og svo einhvern veginn að reyna að hugsa eitthvað, já þetta er út af skriðþunga jökla og maður bara svona nei, miklu rökræstari útskýringa það var einhver risi Þú ert ungur Íslendingur sem elskar þitt land Að sjálfsögðu, það verður að vera undirstaðan sko og það er mitt að taka þátt og kvart eitthvað á þingi það er alls ekki út af því að ég hata Ísland ég bara elska það rosalega mikið og vil taka þátt í því að framtíðin verði betri og þú veist með við vandamáli sem öll önnur lönd er að díla við þá er þetta miklu viðráðanlegra og bara, þú veist að það er bara nýtt fólk og það mun gerast náttúrulega og við ungu fólki þurfum bara að vera dugleg í því að halda utan um hvort annað, þú megum ekki missa hvort annað niður í, þú veist, það er svo auðvelt að vera einmana í dag mjög, þú veist, sérstaklega í sumar ég er ekki búin að vera að vinna mikið og ég er bara allir mikið ein og ég eitthvað, þetta er ekki gaman og það er eitthvað, heyri einhverjum vinnum, fara í sund og veist, ég held að segja eina bara við megum ekki missa hvort annað, við erum að vera duglega að fara í útileiki og, og fara eitthvað á puttanum og flippa og vera ekkert of mikið að stressa sig Ég frétti af MR-partí í fyrrakvöld eða sem það var að koma saman nemendahópurinn sem verður saman í bekk á fyrsta ári í MR og þau fóru í fylleg Flott hjá þeim, það er geðveikt sko. Það er, ég tel að vera mikið svona renaissance, í útileikjum. Veist, vink í pottin er geggjaður leikur. Og við vorum mikið í því í Flateyri, í lýðskólanum á Flateyri, að fara í vink í pottin á Flateyri í myrkrinu, bara út í myrkrinu. Og þú veist, við kunnum all að fara í úlpu, það eiga allir góða úlpu og ótrúlega gaman bara að fara á víkendin líka snjóhús, gistum í snjóhúsinu, það var ótrúlega gaman þetta er mjög flott Heyrðu, það er búið að vera frábært að heyra í þér Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir það er hressandi ára yfir þér og af því að það er svona stundum maður getur fallið svolítið í það að festast í neikvæðinni og ofgaggrinni hugsun þá er óbúslega mikilvægt að við fáum svona jákvætt væp eins og frá þér hér í dag Já, ég held alltaf, þú veist, ég segi alltaf við þurfum bara að gera eitthvað nýtt og svo bara leyfum okkur að gera ný mistök og finnum eitthvað út úr þessu, þú veist, það má ekki vera með eitthvað fullkomnar áratu eða þú veist, vera að greina allt alveg í smáatriði. Við erum svona öll cirka sammála og það er eitthvað að og svo þurfum bara að spjalla saman og ég held, trúi mikið á það. Og við þurfum að vera duglega að læra af ykkur og þið lærið af okkur. Algjörlega. Og þannig komumst við á leiðarenda. Algjörlega. Takk fyrir mig. Takk að þér kærlega. Nú, það styttist á í annan og nýjan kafla hér. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.